Sælverði og velkomin í moldarnámuna á Hærings. Við erum að taka saman mold fyrir Svein bónda á Hauganesi. Hann var búinn að heyra af hvað moldin væri yndisleg úr námunni sem álfarnir hérna á Tröllaskaga gáfu með leyfi að náma upp. Og eins og þið sjáið á lögunum þá neðsta lagið hérna yfir klöppinni. Þetta eru skriður frá ísöld sem eru hér neðst. Og fyrsta lag, moldarlag sem er hérna, óbúslega góð mold. Og lyktin er alveg yndisleg sko. Það kemur smá leirlag hérna. Svo er öskulag hérna, dökkt öskulag sem ég blanda með. Og sjálfsögðu erum við með eld og vatn og hérna og fjaðrirnar eru tákn vindinn. En ég ákvað að leyfa ykkur að sjá meðhöndlunina hjá mér. Já, hérna kemur fallegur maðkur. Þeir eru nú duglegir að hreinsa moldina og vinna hana. Eins og við sjáum þá er mikið af sniglum hérna líka. Þeir eru duglegir að mæta í heimsókn. Vel slímiður og fallegir. Það verður alveg stykki. Já, Petra, nei, þetta er Móa, sælvertu. Þessi er að helsa upp á. Já, við erum að taka saman moldina. En ég er búinn að haka stóra kubba úr og myli þetta svona saman, sem sagt lögin. Það er þetta óbúslega góð mold til þess að rækta í. Þau ætla að setja í beðin hjá sér. Svo verð ég að tala við hann Árgeir, son minn, og móðir hans var að lesa fyrir mig einkanirnar hans. Hann var að klára annan bekkinn. Ég verð nú að segja að drengurinn er að skila töluvert betri árangri í skóla heldur en ég gerði. Ég held að ég hafa aðalega verið til vandræða í skóla. Þar sem að ég kunni nú ekki vel við að vera settur í ramma eða fylgja of mikið af reglum. En ég sjálfur sér slapp ágætlega í gegnum skólan. Strákurinn ætlar að koma til mín á fimmtudaginn. Fær far með frænku sinni á Siglufjörð. Við sækjum hann þangað. Og hann ætlar að vera með okkur hérna í sumar að aðstoða okkur við verkefna að leysa verkefni. Þetta er alveg með hindan, þetta er góð mold.
Svo ég að íhuga það í þessari námu þegar ég svona sáttur við að þá ætla ég mér að búa til geymslu, svona jarðgeymslu fyrir allt það sem við erum að rækta, kartöflur og svoleiðis. Ef að vel gefur af sér, sem mér sýnist nú á öllu. Kartöflublöðin eru farin að blómstra vel. Gulræturnar eru nú frekar tregðar að koma upp úr moldinni. Kannski líka fullt seint að við settum niður fræin. Maður hefði viljað setja þau niður í enda mars, byrjun apríl. Við vorum alveg í maímánuði, þar sem snjórinn var svo lengi að hverfa. Svo er veðrið búið að vera alveg hreint yndislegt hérna. Fallegt leirlagi hérna. Hversu gaman þið hafið kannski að því að fylgjast með mér hérna í moldinni, en þetta er draumur fyrir mig að moldvarpast hérna. Ég ekki frá því að ég hafi þetta pínu frá mömmu, þar sem að mamma er alveg einstaklega dugleg í garðinum og væri eflaust mikið meira ef hún þyrfti ekki að vera svona mikið útivinnandi eins og flestir kannski. Þetta verður flott. Ég er ánægður með þetta. Svo tekið við steinana frá. Það er gott að hafa samt eins og þegar maður setur í garðana að hafa smá grjót með og halda rakanum í moldinni. Ég hef tekið eftir því að maðkurinn er duglegur að vera í kringum grjótin þegar maður finnur þau í jarðlögunum. Að þegar maður kemur að grjóti að þá yfirleitt finnur maður maðk nálægt. En já, mér langaði svona bara rétt að spjalla við ykkur á meðan að ég væri hérna í moldinni að leika mér. En ég skila kveðju suður í bili og njótið innilega það sem eftir er af viku. Ég á eftir að senda fleiri skeyti. Bless, bless.